Hingað komið til okkar í mynd, hún Ása Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Stjörnunnar í Garðabæ. Og við ætlum aðeins fá þitt viðhorf á, nú ert þú mikið í kringum ungt fólk í stóru félagi í Garðabæ, félagið í Garðabæ, má eiginlega segja. Og okkur langar kannski fá kannski þína skoðun á, brottfall eitthvað sem þú sérð og viðvarandi vandamál hjá Stjörnunni? Já, sko, auðvitað brottfall eitthvað sem við þurfum að fara í nafnskoðun með hjá okkur eins og í öðrum félögum. En kannski fyrst langar maður að koma inn á, sko, að brottfall ekkert alltaf neikvætt. Það hefur svolítið loðað við orðið brottfall að það sé bara eitthvað neikvætt. Sko, brottfallsaldurinn hjá okkur, þetta þessi típiski aldur þegar þau eru að fara úr grunnskóla yfir í menntaskóla. Og við þurfum náttúrulega að horfast í augu við það líka að á þessum árum það náttúrulega bara heilmikið nýtt líka komin í líf krakkana. Það er að breytast, það er að koma nýjar áskorunir, það er að koma ný áhugasvið inn í þeirra líf og þá er spurning hvort að sko áhuginn sé það mikill að þau vilji raun og veru eyða út af því að við vitum í íþróttunum, við eyðum miklum tíma í æfingar. Hvort þau séu tilbúin áfram að eyða sko jafnmiklum tíma í þetta og þar kannski held ég að sko áskorunin okkar í íþróttafélögunum og við kannski, ég tel að við getum gert betur, að við höfum ekkert endilega verið að mæta þeim sérstaklega vel sem að vilja kannski ekki vera 100% bara að stefna á að komast lengra en vilja samt ennþá vera með. Já, vilja vera hluti af heildinni, taka þátt í félagslífinu og annars lítið tengstu við þetta, já. Og en svo finnst mér líka, sko, gríðarlega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því bara að, sko, nú búið að breyta menntaskólanum. Menntaskólanum var 3 ár. Það þýðir að við höfum tekið eftir því hér að krakkarnir eru lengur í skóla. Skóladagurinn er að lengjast, það er að þjappa í raun og veru bara meira námsefni á styttri tíma, segjum það bara eins og það er. Og það náttúrulega eykur álagið líka. Og þá hef ég heyrt og ég hef átt þetta samtal við skólastjórnendur að þá er sagt sko já en þeir sem að vilja vera í þessari atvinnumennsku eða vera að stefna í afreksþjálfun að þeir verða kannski bara að sætta sig við það að taka skólann hægar en aðrir. Það er bara félagslega svakalega erfitt fyrir þessa krakka. Ég heyrið alveg á þessum krökkum sem ég hef verið að þjálfa að það að seinka sér 1 eða 2 ár bara ekkert sem að þeir vilja, það er ekki val í þeirra huga. Það er bara tabú, þú veist, og mögulega er alveg hægt að komast á þann stað að við að það verði svona, við getum nota orðið sko samfélagslega samþykkt. Þú veist, afreksmaður í íþróttum að þú takir námið sko aðeins hægar. Þá þarf að eiga umræðina og þá þarf að eiga umræðina við krakkana og þá þarf að búa til svona þennan skilning og þannig að þau upplifi að sko þau séu ekki bara einhvern veginn að standa sig verr út af því að þau ekki geta haldið öllum boltanum á lofti. Já, akkurat. En það er kannski líka þessi pressa, finnst þér, þessi krakkar sem tala við mig að halda öllum þessum boltum á lofti, þú vilt vera í félagslífinu og skólanum, vera frábær námsárangur, sem og ná árangum í íþróttum. Þetta tekur rosalega tíma. Og það er eins og þú réttilega benda og það er búið að ýta allir daskaninn og krökkunum lengri inn á daginn sem gerir það að þau erum að ýta þessu lengri inn á kvöldið og þá erum við rauninni bara að taka frítíma af krökkum. Já, ég get bara tekið dæmi til dæmis bara frábæran fimleikamann sem er inn í okkur, þetta er stúlka. Ég meina, hún er reyndar komin í háskóla í dag en, fimleikakrakkar fá ekki greitt og mörgum í boltagreinunum fyrir þeirra iðkun. Þannig að flestar af þeim stelpum til dæmis að vinna líka með skóla og svo er það í háskólanáminu og svo er það að æfa frá 7 til 10 og við veitum það alltaf þegar þú ert búin að vera á svona high intensity æfingu til 10 að þá tekur líkamann ákveðin tíma fyrir sig að róa kerfið niður. Þannig að sem gerur hefur á því að þú kannski þreytt inn í næsta dag. En Ása, þú nefndir að því að þetta er kannski, við höfum ofta talað brottfall sem eitthvað neikvætt. En margir hafa líka nefnt þetta brottval. Þetta þau velja að gera. Já, ég er nefnilega svolítið sammála því og mér finnst að
hætta að tala brottfall sko endilega bara sem neikvætt. Vissulega að færa nafn á skoðun og skoða, heyrðu, hvað að gera sem að gera það verkum að við erum ekki að halda þessum krökkum hjá okkur. Við sjáum að það rosalega stórt hlutfall af þessum krökkum sem hættir. Þau fara í það sem við köllum svona functional fitness. Okay. Þá erum við að tala þau að fara í world fit, þau að fara í crossfit, þau að fara í svona einhvers konar líkamsrækt sem sko meira á þeirra forsendum. Ég veit að Mosfellsbær að gera núna tilraun með verkefni sem heitir fótboltafitness, þá það að blanda saman fótbolta og í raun og einhvers konar svona. Þau geta verið að gera þetta, held ég, bara svona svolítið meira á sínum forsendum. Þarna eru fullt af tækifærum hjá okkur. En það erum við líka, eins og við höfum kannski líka rætt og fjallað í íþróttahreyfingunni, að við erum líka að stuðla því að krakkarnir hætti ekki bara í sporti og bara slökkva algjörlega. En haldi áfram að nota íþrótti sér til yndisauka út ævina. Já, fyrir mig leiti bara spurningin, ætlum við íþróttafélaginu að vera með eða ekki? En þarna líka fáum við líka þá tækifæri til þess að halda krökkunum, sem við erum að tala þessum ungfullorðna einstaklingum, lengur áfram í sportinu. Já, og fyrir mitt leyti, ég hef alltaf horft á bara íþróttafélag á að vera, og kannski það bara mín gamla tenging, íþróttafélag á að vera mitt annað heimili. Hér á mér að líða vel, hér á ég að fá að vera, hér eru vinir mínir, hér er fólki sem ég þekki, ég á einhverja samstöðu með þessu fólki. Það er áhyggjuefni að við missum þessa krakka, en við sjáum samt alveg líka, við missum þau stundum í ákveðin tíma, og svo koma það aftur. Sem sjálfvarar eða eitthvað lausa. Í sjálfboðaliða vinnu hjá okkur eða annars slíkt. En sko, brottfallsumræðan er rosalega mikilvæg, en mér finnst bara mikilvægt að við horfum á hana með, leyfum okkur að horfa á hana með mismunandi gleraugum. Þetta er frábær lokaorð og bara ég þakka þig kærlega fyrir að gefa þér tíma að gera þetta. Þetta er búið virkilega ánægjulegt og skemmtilegt að fá að ræða þessu við þig. Takk fyrir, Ása.